látum hlutina ekki segja neitt, sagði móður mín einhvers mann. En ég ætla ekki að ræða þetta lag meira. Fyrir þannig að lagi heitir Good Time. Það eitthvað sem að ég finn ekki fyrir þegar ég heyri þetta lag. En nóg með það, klukkan orðin 4 og FM 95 Blöð hafið göngu sína þennan miðvikudaginn og ég er í fantagóðu skapi því að beint á móti mér situr engin annar en Pétur Jóhann Sigfússon, verður velkominn. Já, þakka þér kærlega fyrir þá, gaman að sjá þig. Já, sömuleiðis, alltaf gaman að sjá þig. Ég verð að vera ósammálaður, þetta var frábært lag. Já, Good Time. Já. Er þetta ekki Justin? Nei, þetta var eitthvað álið eitthvað. Nú, já, og að svipa á Justin Bieber. Fannst þér? Ég var viss að þetta væri Justin Bieber, maður. Nei, þetta var ekki Justin Bieber. Eða Bieberinn eins og ég kýrst að kalla hann. Ertu byrjað að kalla hann Biebaran? Bieberinn, maður. Sett eitthvað gott á með Biebaran. Já, ég skal setja eitthvað gott á með Biebaranum fyrir þetta. Heyrðu, ánægilegt að vera þetta. Já, sömuleiðis. Miðvikudagur til mæðu. Já. Segja sumir. Er það ekki mánudagur til mæðu? Já, jú, reyndar. Miðvikudagur til... Ég veit ekki til hvers miðvikudagar eru en... Miðvikudagar eru til meiri háttar. Já, við ætlum allavega að skemmta ykkur hérna þennan miðvikudaginn. Já, það er stefnan hjá okkur. Já, það er svona einlægur áhugi fyrir því hér, hjá okkur. Það er eina ástæðin fyrir að við, förum hérna í loftið. Það er til að reyna að skemmta fólki. Og við erum með stútfullan þátt. Já, vonandi heppnast þetta hjá okkur. Við erum með frábæran þátt með þessa. Frábæran þátt? Já, kemur til okkar eftir hérna Valdimar í smá spjall og með nýtt lag. Já! Toppdrengur þar á ferð, við ætlum að ræða hans við hann. Og svo er líka, skal ég segja ykkur, Beggi Blindi, hann kemur seinna í þættinum. Já. Og það er uppistandari, það er tengt því að það er uppistanda á gullöldinni í kvöld. Hann ætlar að ræða við okkur og hann sem sagt gengur undir nafnið sem sagt þegar hann er að fara með stand-up og kallar hann sig Beggi Blindi. Já. Þannig að það er, við getum rætt ímislegt við hann, hann kom eins og til okkar í Ödd og Sveppa. Já, ég veit að ég man eftir. Hann er mikill snillingur. Já, skemmtilegur strákur. Svo erum við með sturlaða staðreyndira á sínum stað og Pétur Jóhann Sigfússon er með skemmtilega hugmynd af símati sem þið heyri hér á eftir. Já, við höfum bara að vera allir, það er allir að hafa opinn hugan, svona, open-minded. Þú ert búin að versla þér hérna auka hlut. Já, nýjan. Já, nýjan auka hlut sem þú ætlar að nota í atriðu eftir. Já. Og það er alveg ótrúlegt hvað þú hefur gaman að þessum auka hlut. Já, ég er virkilega gaman. Ég að ná í hana. Ná í hana? Ja, nei, kannski á eftir. Geim hana bara. Við notum hann náttúrulega eftir í atinu. Já. En þetta er eins kjánalegt og það hljómar þá er þetta prumpubladra sem að Pétur keypti á hann. Já, sko, ég hef keypt áður. Þú já. Kom hérna með eina, sko, hún var ekki góð. Nei, þið fannst hún svo léleg. Nú er ég komið með alvöru útgáfa af þessu kvikindimmaður og hún er æðislega hessi, sko. Og hvernig viltu nota hann á eftir? Hvernig sérðu þetta fyrir þér? Því ég veit að... Ringja bara eitthvað að prumpa. Ég veit að þú er alveg ótrúlega gaman að þessu. Já, góðan daginn. Það er bara basic. Já, þú ert ekkert búin að hugsa neitt. Það er ekkert að flæka þetta, sko. Nei, ok, bara gamla og góða. Akkurat, alveg þertugur, kæri hlustendur. Það er bara grunn hugmyndin að þessu, sko. Já, svo ætlum við reyndar að prófa eitt líka sem er síma-ad-orgian. Og ég verð að viðurkenna, ég er svolítið spenntur fyrir því. Já. Og það sem að það gengur út á er... Hrúa bara öllu drastlinu saman. Já, við leikum okkur mikið á miðvikudögum, þá er svolítið það, við erum í símanum að hrekkja fólk. Já. Það er svona meira fíblast í liði bara. Fíblast í liðinu, já. Já, og það sem við ætlum að gera á eftir í síma-ad-orgian og þá ætlum við að blanda þessu öllu saman í eitt símtal. Já. Þannig að þá kemur bara tong, það kemur blötsur. Það kemur... Gallinn og jafnvel prumpublaðræðin inn á milli og... Blanda þessu bara öllu saman á sömu manneskuna. Snar þegið! Þinn er góður þessi. Og setjum þetta allt bara í eitt símat. Já. Þannig að það er svona það sem við ætlum að kalla síma-ad-orgian. Og svo er karaoke á sínu stað og Pétur Jóhann tapaði illilega hérna í síðustu viku 5-1 og sagðist alltaf breytt taktík. Ég veit ekki alveg hver er nýja taktíkiðin, Pétur? Já, hún er, ég hef hingað til. Já. Hún að nálgast þetta, sko, hvernig var það aftur? Með fíblagangi? Já. Nú ertu ekki með dass af alvöru, nú ætla ég að nálgast þetta af alvöru með dass af fíblagangi. Já, ok, en þú þarf náttúrulega að treysta svolítið á hlustendur það samt líka því að þau velja lögin. Já, ég hef ekki að breyta á því. Nei, hvaða lag viltu syngja? Ég? Já. Ég vil syngja bara... Eitthvað alvarlegt og gott? Every time you fly away. Nei, ég veit ekkert hvaða lag. Nei, við breytum því ekkert. Við látum hlustendur bara velja áfram. Já, þú ert bara að treysta á það. Ég þarf bara að treysta að hlustendur komið með góð lög fyrir Ken. Já, og þú getur talað við hlustendur líka eftir þegar þú eru að ringa inn. Já, skilurðu? Senda gott lag á Ken. Já, senda gott lag og ég mun nálgast þetta eins og ég hef gert síðustu vikur, bara gera mitt besta.
Bítu, það er eitthvað taktík, maður. Ég vil byrja nálginn, ég gerir mitt besta. Alveg ótrúlegur, maður. Það er ekki hægt að gera betur. Þú ert náttúrulega svo svakalega mikið, hvað maður að segja, mikill keppnismadur, að þegar þú vinnur, þú verður svo glaður. Já, það ljómar alveg, bara þú ert ennþá ljómandi, bara að því þú vannst 5-1 í síðustu viku. Winning is my fuel. Winning is my fuel. En ég veit eins og að þetta verður erfið keppni. Og ég þarf að treysta á hlustendur líka. Ég þarf að fá okkur góð lög frá þeim. Þú verður að gera það. En talandi góð lög, það er ekkert að því að byrja þáttinn á þessu lagi. Þetta er Karolínu. Það lag tekur þetta Good Time viðbjóð þarna og skeini. Þetta er Muse með Madness. Já. Þessi drengir eru alveg með þetta. Það er ekkert flóknar að það. Muse með Madness hér í FM 95 Blö. Þú er treyjun að þessu? Já, þetta finnst mér flott lag, maður. Já. Bauti og Pétur hérna með ykkur til 6 í dag og það eru góði gestir á leiðinni, það er karaoke, það eru símað, það er allt að gerast hjá okkur strákunum, það er ekkert flóknar að það. Það er rétt hjá þér, en við ætlum að vinda okkur í slúðrið, það er en lengra haldið. Já, það er rétt. Slúðrið í FM 95 Blö. Var Johnny Depp að köpa sér nýjan bíl? Ég veit ekki, hefur þú hitt eitthvað? Er Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Slúðrið í FM 95 Blö. Það er húsfélagið Frostafold 20 sem býður þér upp á slúðrið í FM 95 Blö. Já, komið þið sæl og velkomin í slúðrið hér í FM 95 Blö og FM 957. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og er gesta þáttastjórnandi hér í dag á móti Ödda Blö sem er náttúrulega aðal kópur í brú. Við skulum gefa honum orðið í slúðrinu. Gjörðu svo vel, Öddi Blö. Takk fyrir það, Pétur Jóhann. Herru, ég ætla að byrja slúðrið á Khloe Kardashian. En nú hefur verið undirbúið nýja þáttaserju af X-Factor í Bandaríkjunum, þar sem okkar maður Simon Cowell fer fremstur í flokki. Jú. Og það er búið að reka nokkra síðan úr síðustu seríu. Þau voru látin fara þarna, skal ég ykkur segja, Paula Abdul, Nicole Scherzinger voru látnar fara úr dómnefndinni. Já, það eru bara reknar. Já, reknar og svo rak hann líka Steve Jones sem var kynnir í síðustu seríu og skal nú engan undra, sá drengur var ekki alveg með þetta. Því miður. Já, Ástralinn hana. Já, ég held ég, Ástralið eða Bretið eitthvað. Já. X-Factor. Já, hann var alveg skelfilegur. This is X-Factor. Ég held að hafi flesti verið sammála þeirri ákvörðun hjá Simon Cowell og það er svona, sá kappi Steve Jones sýndi í rauninni Bandaríkjamönnum hversu góður sjónvarpsmaður Ryan Seacrest er, hann má eiga það. Ryan Seacrest, já. Hann er alveg með þetta, við verðum að gefa hann það. Já. Og nú er hins vegar verið að reyna að finna nýjan svona host fyrir X-Factor. Fyrir X-Factorinn. Er verið að leita á honum? Já, og það er Þú ert að sækja með það. ung stúlka sem er fremst í flokki þar og er svona líklegust til að reppa hnossið. Það er hún Khloe Kardashian, systir Kim Kardashian. Þetta er svona chubby systirinn sem er með munnin fyrir neðan nefi. Já, ekki chubby, hún svona allavega í þessum þáttum sem er verið að sína þarna á E-Channel, þá er hún alltaf eitthvað að berjast við auka kílóin. Alltaf að eipa sig. Já, þetta er, hún fór eitthvað grænjum daginn og eitthvað sá ég. Já. Ok, hún er svona efst á blaði. Hún er efst á blaði og samkvæmt veðböngum, það er eiginlega bara búið að loka veðböngum. Þeir vilja minna að hún sé bara að fara að fá starfið. Og jú, er það ekki allt í lagi bara? Jú, það er bara í besta mál. Virkar alveg ágætlega hress á mann, þó ég sé nú ekki hrifin af þessum þáttum. Já, en ég menna, þú veist, bara gefum henni sjans. Já, það er ekkert annað hægt. Ég segi það, gefum henni sjans. Já, þannig að Khloe Kardashian líklegust til þess að hósta X-Factor í Bandaríkjunum sem að hefst einmitt í þessari viku held ég. Það er massíft. Talandi X-Factor og Simon Cowell, þá er búið að ganga frá því að Randy Jackson verði áfram í American Idol. Hann var búinn að gefa það út að hann myndi hætta í dómnefndin og ætlaði svona að sjá það, svona leiðbeina keppendum. En nú hefur Randy Jackson tekið það ákvörðun að halda áfram í dómnefnd og vilja menn meina að hann hafi fengið eitthvað þykkt umslag. Já, ætli það ekki. Jó, hann er búinn að missa svo marga dómara að American Idol mátti ekkert miði að missa Randy Jackson líka. Nei, það bara hefur ekkert gengið upp. Þannig að þeim hefur tekist að semja aftur við Big Dog. Já, in it to win it. In it to win it. You know, America, listen to this. This guy
He's in it to win it. Já. You know what I'm saying, my dog. Þannig að Randy Jackson, stóri hundurinn, verður áfram í dómnefndinni þarna. Þú varst nákvæmlega eins og hann. Ég hef búin að horfa svo ofta á þetta. Hann alltaf með sömu frasana. Hey, just keeping it real. Hey, keeping it real. Keeping it real. Hann mikið með það líka. Höfum þetta ekta. You know you're my dog. Þetta nákvæmlega eins og þetta. Svona Svo áfram með slúðrið og næsta slúður af manni sem með greindaðistul á við stofuhitta. Ég þóla ekki þetta fíbl og það hann Chris Brown. Heyrðu. Hæfileikaríkur söng. Þetta maður sem gengur í skrokk á kvenfólki. Á ekkert annað skilið en að vera kallar aumingi og ég byrst afsökunar ykkur aðdándur hans að núti en þessi maður bara með hamborgari fyrir heila, það ekkert flóknar það. Chris Brown? Já, þóla hann ekki. Er hann ekki músík? Er hann ekki... Hæfileikaríkur tónlistarmaður, við skal gefa hann það. En eitthvað að honum í hausnum. Ok. Það litla sem hann með þar. Hvað var hann að gera núna? Nýjasta sem hann var að gera var að hann var að fá sér húðflúra lemstraðri konu hérna á hálsin á sér, risastórt og minnir þetta húðflúr óneitanlega á myndirnar af Rihanna eftir að hann, barða hana. Þessi viðbjóður. Já. Ok. Og... hann hefur látið tattúera. Já, og menn ekkert gríðalega hrifnir af þessu þarna í Bandaríkjunum og ég sá nú mynd hérna aðeins og húðflúru og þetta nú ekkert ósvipað myndin af Rihanna eftir að hann gekk í skrokk á henni. Já. Og hvort sem þetta var tilenga því að alveg sama hvað maðurinn var að spá, þá þetta húðflúr bara viðbjóður hvort þið Já. Rísastórt eitthvað andlit á hálsinum á honum, hérna með eitthvað sólgliru og aflita hár, þetta svo mikill, Maðurinn grill. Já, hann fer, ég byrst afsökunar þessu, maður á ekki verið að tala illa um eitthvað sem hann þekkir ekki neitt, mikið óbóðslega fer hann eitthvað í taugarnar á mér. Fyrir utan það, þá bara... Við heyrum það. Já, erfitt að fyrirgefa manni sem að lemur konu. Já, það náttúrulega fyrir neðan allar hellur. Já, og Chris Brown auðvitað að hlusta, jettu þig. Þetta var eiginlega að segja þetta á ensku. Chris Brown, if you're listening, there's something wrong with you. Something wrong in your head. Já, þetta ekkert bara það. Hann var spurður einhvern veginn í viðtali daginn. Var hann hjá Good Morning America og hann var búinn að segja hann vildi ekkert ræða Rihanna-málið. Svo spurði konan hans eitthvað hvort að þau var ennþá í sambandi eftir það sem gerðist. Rauk hann út og braut rúðu og eitthvað inn í herberginu sína, svona græna herberginu. Þannig að maðurinn bara snar tæpur á því, held ég. Já. Bara loka hann inni? Já, bara hann þarf að fara að leita sér aðstóðar. Þar séum við sláið botnin í slúrið hér í FM 9, er það ekki? Jú, nema, erst þú með eitthvað slúður handa okkur? Ekki neitt sem verðt að tala um, sko. Nei, ekki neitt. Ég meina, Ricky Martin. Já, hvað er þetta honum? Það er nú bara alltaf sama hjá honum. Hann er hvorki að lemja konunni að fá sér tattoo að því, sko. Nei. Hann er bara voða mikið heima að sena Ricky Martin. Söldu slagur bara heima og voða lítið að frétta á hann. Þannig að þú myndir fara svo langt að segja að enga fréttir af Chris Martin, að Ricky Martin eru góða fréttir. Já, ég minna það var nýjasta slúðri var eitthvað, hann var að fá sér mjólkuglas heima á sér. Nú, já, gaman að því. Hann twittaði því. Gaman að því. Þetta var slúðupakki dagsins. Við skulum fá, flott lag hér með Rudimental. Það er eitthvað svakið þessu. Lagið heitir Feel the Love og svo ætlum við að fá Valdimar hér í stauta heimsókn og hann ætlar að frumflytja fyrir okkur nýtt lag líka. I gotta tell you, gotta tell you. FM 95 Blö og við erum konum með góða gesti. Það eru þeir Valdimar og Högni úr hljómsveitinni. Valdimar, verið velkomnir strákar. Takk. Hvað segir? Helviti þessi bara. Það ekki, brattir. Nokkuð brattir. Það drýpur af ykkur stuði. Það sé það. Lekur alveg. Þetta er ennætti blöytur á gólfinu. Lekur af ykkur restleikin. Þeir eru náttúrulega hljómsveitin eru úr Keflavík, eru það að koma beint að? Ekki. Eru þið búin að vasast eitthvað inn í bænum í dag?
Já, eitthvað, ég kem nú úr Keflavík, býð þar ennþá, hann fluttur. Já, býð bara næsta húsi þannig. Ertu fluttur í Mjög fyndið að þú skulur komin í dag því að ég var einmitt að rósa laginu þinn í gær og Keflavík. Já, ok. Við Sveppi. Frábært. Og þá vissi ég ekki að vera að koma hingað að frumflytja nýtt lag, þannig að þetta er skemmtileg tilviljun. Já, gaman að heyra. Það er margt gott sem kemur úr Keflavíkinni. Já, það er ekkert. Nánast allt. Allt gott. Nánast allt gott sem kemur úr Keflavík. Það er ekki kærastan þín það, Pétur? Jú, það er mikið rétt hjá þér. Og hún er fake, sko. Ég get alveg vottað það. Já, það er þetta topp stelpa. Já. Þannig Sigrún, sæta. En við erum ekki konið hérna til að ræða hana. Jú, ræðum hana, þekkið þið hana? Nei. Hvað er hérna hljómsveitin Valdimar búin að starfa lengi? Nú hafið þið aldrei komið hingað í spjall til okkar. Já, nei, við, sko, þetta byrjaði, 2009. Já. Þú varst nú ekki með þá? Ég bara kem að fjöllum, ég var ekki fættur þá, sko. Nei, ekki fættur í hljómsveitina. Ekki inn í bandið? Nei, við byrjaði 2009, við gáum út okkar fyrstu plötu 2010. Já. Og já, svo er þetta bara búin að vera rosalega gaman. Ok. Síbana reið. Fékkst þú að ráða nafninu á hljómsveitinni? Ég mótmælti ekki þegar uppástangum kom alltaf. Nei. Það var Ásgeir sem kom með þessu uppástangum. Og við svona, í dag sjáum við svona pínulítið eftir þessu. Það er svona, það sem getur rugglingur ef ég... Þetta er ekki verið þú eitthvað svona fundið, bara hefur straka ég með hugmynd, en Valdimar. Það er ekki topp hugmynd. Það er frábært nafn. Nei, þetta er bara, eins og ég segi, þetta var bara... léleg hugmynd sem fekk Þetta er reyndar Daughtry og svona, þetta er nú líka erlendis. Já. Það sem að söngvarinn, en hljómsveitin er Bon Jovi. Já, er ekki Jón Jónsson, er það ekki hljómsveit líka? Jó, Jón Jónsson. Því minn á ef að Högni hefði verið byrjað þá myndi hún líklega heita Högni. Já, klárlega. Öllum líkindum, sko. Það er barist fyrir því. Já, maður sér það. Hljómsveitin að Högna hér á FM, já, það virkar líka, sko. Maður sér það bara á hann, þetta er ákveðin maður. Hann er ákveðin og fær sínu fram. Lætur ekki maður yfir sig. Systkini Högni? Já, ég er yngstur. Já, sér það. Ég vissi það, ég ætla bara að segja það. Ég ætla að spyrja hann, ertu yngstur systkini? Berjast allt sitt líf. Vel ákveðin. Illa bældur, sko. Þeir erum að fara að frumflytja nýtt lag með ykkur, er að koma ný plata eða? Já, hún ætti að koma í október. Ok. Og já, þetta er svona fyrsti singullinn. Já, af nýri plötu. Já. Hvað er þið búin að gefa út margar plötur? Þetta er önnur platan okkar núna. Önnur platan, ok. Undraland. Það kom út 2010. Já, 2010. Ok. Svo hef ég eitthvað verið að vesenast í öðrum verkefnum, sko. Já, einn eitthvað. Já, Dutta með einhver rappurum og eitthvað eða ekki? Já, rappurum og reggi í höndum. Já. En ég fór nú á tónleika með okkur en daginn hérna á, hvað heitir það, hérna nýri By Factory. Já. Mætti þar og hafði gríðalega gaman að, þannig að ég er huge fan, eins og að segja. Ég man eftir því, ég man eftir að sé því, það er gaman. Það er líka, það sem ég fílaði, þeir eru endalaust af músiköndum upp á sviði, þetta er ekki svona alvöru band. Já. Þetta er ekkert grín. Nei. Þetta eru tónlistamenn, sko. Já, það er nákvæmlega, Pétur. Þetta er, ég elska, that's what I love about you, your attention to details. Tónlistarmenn. Já, en hvað er það að spila eitthvað á næstunni? Þeir eru hlustendur sem að koma að sjá það? Á morgun þá erum við á Oktoberfest, það heitir ekki Rockfest eða eitthvað sem er á morgun. Á þarna, já, er þetta ekki... Tjaldinu fyrir þann HÍ, held ég. Já. Ok. Og svo... Já. Það er náttúrulega að byrja Oktoberfest, það er rétt. Já, það er svaka stuð. Já. Já, og svo laugardaginn, þá erum við á 11-unni. Ok. Í sveittri stemningu. Já, það getur verið svolítið sveitt, það er samt stemningar. Já, alltaf stemning, sko. Skemmtilegu staður. En erum við að fara að sjá okkur taka einhverja, hvað er til dæmis útgáfutónleikatir? Hvað sjáum við fyrir okkur að halda það? Það er viðkvæmt núna. Ok. Við erum ekki búin að ákveða alveg hvernig það verður, sko. Við erum að vinna í því. Já. Það er ekki komin endaleg dagsetning á hvernig platan kemur út hana. Já, Er það nokkuð? ekki endilega. Það verður einhvern tímann í október. Já. Samtíma. Er þetta ekki Harpan? Sko, nei. Eldborg. Já, Eldborg er svolítið bara útgáð tónleika. Já. Þú veist, annarkvæmt Það Harpan. tekur Laugardalshöllinni, er hún... Já, eitthvað svipað. hún tekur sletta. Já, ég meina ef að Björki getur fyllt hana alltaf með jólagestum Björgvin, þá hljótið þegar getur fyllt hana. Já, klárlega. Það er eitthvað sem segir mér að það verði í framtíðinni jólagestur Valdimars. Það kemur ekki óvart. Jæja, það er komið að jólagestur Valdimars. Já. Eða jólagestir auðvitað blöða. Þá fæ ég að vera með. Já, það mætið þú fyrstur manna. En er eitthvað sem þið viljið segja okkur lagið? Svona áður við setjum það einn í gang. Högni, hann svona gerði eitthvað. hann Það er svona drukkur, sko. Þetta er rockslagari. Ok. Meira
Ef ekki að leifa tónunum að tala bara. Já, og lagið heitir Sín, eða ekki? Jú. Já, þetta ekkert eitthvað svona tribute fyrir Sín hérna sem að varða Stöð 2 Sport. Það ekkert svona... Ég sakna sín, hvar sín? Af hverju Stöð 2 Sport? Af hverju Stöð 2 Sport? Ég þoli ekki Stöð 2 Sport. Langar í sín. Það ekki svoleiðis. Ekkert svona sport og klámyndir eitthvað... Nei. Já, það voru ljósbláar alltaf á Sín. Já, þegar að sín var, þegar að dagskrá. Hef ég heyrt. Já, ég heyrði á því líka. Það var rétt, já. Þetta ekki eitthvað sem ég vakti eftir sem úlingur allavega. Nei. En við ætlum að smetla laginu hérna á og við hvetjum bara allan til þess að kíkja á strákan. Þeir verða á 11 helgina og svo verða þeir á októberfest á morgun. Spyrja einu, komið nafn á nýju flötuna? Já. Hvað heitir hún? Stund. Stund, já. Ok. Þá þurfum við að fylgjast vel með því þegar hún kemur í plötubúðir. Já, og þá komið nú væntanlega aftur hérna í spjall til okkar. Já, að ræða plötuna. Við þurfum líka að henda ykkur í einhverja rekki og eitthvað. Við tökum ykkur all-in þá, en við ætlum að henda ykkur í einhverja rekki. Við frumflytja þetta nýtt lag með Valdimar og lagið heitir Sín og bara takk kærlega fyrir komuna strákar. Valdimar, lagið heitir Sín og já, við vorum að frumflytja það hér í FM 95 Blö. Já, við óskum hlustendur til hamingju með það. Já. Og Valdimar líka. Þetta er fínasta lag. Já, hljómar vel. Já, þetta er góð hljómsveit. Það styttist hér í, bæði síma-orgíun okkar, Péturs, sem að verður áhugaverð. Spáðu hér, það sem við ætlum að taka, allt rugglið sem við höfum verið að nota í ötunum okkar og setja það bara í eitt. Já. Já, komið tími á það. Setja allt drastlið, svona símaöttin sem við höfum verið að gera, bara skella þið bara í eitt á eina mannesku. Já, bara hvað segir kællinn? Nei, það kom ekki. Blöðsö. Já, allt þetta drast. Það verður etningur og allt í einum graut. Kryddaði allt saman með brumbublöðrunni góðu. Já, og talandi brumbublöðrunna þá keypti Pétur nýja í dag og hann ætlar að vinna eins með hann á eftir. Það er fanta góð þessi. Það er nóg framöndan hérna í okkar strákunum, en það er eins og að komið að dagskrálið sem heitir Dundur. Áhverju er ekki komið trailer fyrir þetta? Ég skil það ekki. Sturlaða staðreyndir? Já. Ég skil ekki, þetta er bara drassaskapur. Nennu þú að gera eitthvað? Nennu að gera bara núna á staðnum einhvern geðveikan trailer til að byrja. 1, 2 og... Nei, ég kann það ekki. Bara eitthvað? Sturlaða staðreyndir hér í FM 95 Blö í boði gósdrykkjaframleiðanda. Glæsilegt, það er komið að sturluðum staðreyndum. Þökkum gósframleiðendum kærlega fyrir þetta. Og fyrsta sturlaða staðreynd dagsins er að rauður er litur krafts og konur og karlar heillast meira að hinu kyninu þegar það er í rauðu. Sturlu staðreynd. Og þetta hvetur mann ekki til þess að klæðast rauðu meira. Ég er bara ekki nóg mikið í rauðu. Ertu ekki mikið í rauðu? Nei. Kallinn er í rauðum nærbuxum. Já, Pétur Jóhann Sigfússon er að sína mér hérna rauðar dísel nærbuxur. Já, það eru svaðalegar þessar. Þessar eru samt svona, það er nú eiginlega bara, er það gamlar, það eru svona hálf bleikar. Hvað er aðeins þetta? Nei, svona þær eru bara rauðar. Það eru ekki eldröðar. Nei. Það er eins og þú ert búin að þvoða þær svolítið oft. Já, þvæðar oft. Já. Það eru hreinum nærbuxum. Ég ætla að vona það. Svo næsta sturla staðreynd. Ostur er mest stolna vara heims. Sturlu staðreynd. Ostur er mest stolna vara heims, já. Já, ég skal kaupa, ég trúi því. Já, maður nenni ekkert að vera að kaupa ost. Grípur hann bara og hendir honum í vassan út. Já, þannig að... Ég hef gert það. Þetta sé algengt að fólk sé að stela gotta bara hérna í bónus. Já. Brauðostur og gotti og... En hversu dapurst það eru saman félagarnir í einhverju gengi og eitthvað... Kammerbertin. Einhverju gengi með einhverju strákum, bara herðu, hverju náðu? Þegar ég er hérna með einhverjar álfelgur og eitthvað, en þú, ég er með gotta hérna. Gotta og eitt kammerbert og kastala. Kastalosturinn maður. Segir ekki nei við kastala komandi. Hvað er þetta bara með ost? Já. Svona læsta styrla staðreynd. Þröngar buxur eru samkvæmt könnun það sem kveikir mest í karlmönnum. Þröngar buxur á konum? Á konum. Já. Og það er nú alveg hægt að taka undir það. Já, ég minna við getum ekki sagt við því. Nei, það er með svo núna, ég ætla á svona áðans að hljóma svo eitthvað pervert. Já. Þá, ég fenn nú stundum í ræktina. Nú, ok. Og það eru komnar hérna einhverja svona íþróttabuxur sem að margar stúlkur klæðast. Já. Ég er ekki frá því að þetta sé the God's gift to women, þessar buxur. Já. Það er eins og bara öll kvenþjóðan á Íslandi sé komnar
Já, með bara svaðalegan kropp, sko. Nú, Já, ég veit ekki hvað heita. Þetta svona eitthvað svartar, nýþröngar buxur. Aðhaldsbuxur. Já, þetta eitthvað og... En ég minna, af hverju segir God's gift to women? Þetta ekki meira God's gift bara til þín? Já, bara okkar allra. Til okkar? Já. Til gákana? Já. Fyrir okkur gákana? En ekki, ég ekkert eitthvað star eftir þessu í ræktinni. Nei, sjálfsögðu ekki. Þú ert engin pervertuðin, Blöndal. Nei. Þú ert ekkert í ræktinni bara til að stara á rassa á einhverju konum, það? Nei. Nei, þú ert í ræktinni til að vinna í vöðvunum. Vissulega. Já, þú ert... Þetta með augu og það að labba fram. Já, þetta augu og ímyndunarafl. Ég held með þess að alla stelpur sem að hlusta á þátti núna viti hvað joggingbuxur ég að tala Þegar það eru mjög margar í þessu. Já. Með einhverju svona litæri rönd á Það mega að vita það þegar þú ert í ræktinni og þær eru í svona buxum að þá fer ímyndunaraflið í gang. Nei, áfram með Sturla staðreyndir. Já. Konur fá 4 sinnum oftar hausverk en karlmenn. 4 sinnum oftar á dag eða 4 sinnum oftar í mánuði? Bara 4 sinnum oftar yfir höfuð. Já, bara yfir höfuð. Á ævinni? Já. Ok, nei, þú veist ekki, bara 4 sinnum oftar. Já, það var sem ég stóði hérna, sko. Já, það stendur bara hana. Já, 4 sinnum. Gott mál. Já, hvernig það Sigur hún oftar með hausverk en þú? Myndur þú segja að hún fá 4 sinnum hausverk? Nei, ég man ekki eftir að hún hafi fengið hausverk. Nei, ok, hvað notar hún á því þá þegar hún nennir ekki? Þegar hún nennir mér ekki? Það er ekkert í búði, mann. Þegar kallinn fyrir rauðu nariðurnar, sko, þá veit hún hvaða bjöllur eru í gangi. Þú ert að skríða upp í og hún notar ekki hausverkin. Já, þegar ég kom inn í svörtu sparisokkana og rauðu nariðurnar, þá veit ég bara hvað stendur til. Þegar kallinn klifrar upp í rúm í svörtu sparisokkum og rauðu narið. Anskotir. Það er ekki hausverkur í bóði, sko. Þetta er eitt sem er ekki skemmtilegt fyrir þig, Pétur. Já, ekki mig heldur, ég telst nú ekki hávaxni maður. Hávaxni menn stunda meira kynlíf en lágvaxni menn. Þetta er leiðinda starrend fyrir okkur. Kjaftaði. Já, það er það. Ég kaupi það ekki. Hávaxni menn, ekki kjaftaði. Já, þetta er ekki jákvæmt fyrir okkur. Við erum nú ekki hávaxni menn. Nei. Svo er það næsta. Þú eyðir 25 árum á æviðinni sofandi. Ég bara er með afsönnun á þessu. Með hvað? Með hávaxni menn stundir meira kynlíf en lágvaxni? Kitty Bigfoot. Já. Hann er stór og mikill. Hann er hreitt sveinn þessi gæðir. Ég er sannfærður að Kitty Bigfoot er hreitt sveinn. Hann er stór og mikill með skæra rödd og Mikka Mús tattu á raskininni. Það er ekki séns. Hann er bara aðeins hreitt sveinn og bara eitthvað í hvað. Kitty Bigfoot er DJ, ég skal alveg lofa því, hann er ekki hreitt sveinn. Já, hann er eini DJ-in í heiminum sem er hreitt sveinn. Þannig að hann er bæðið þá eini hávaxni maðurinn og... Já, bara, þú veist, og... Ég reynda þér og segir að þá held ég að já og ming og þessi tröll séu ekkert eitthvað vaðandi í það mólki, sko. Nei, það er bara lofa þessan. Ég sé að þetta situr hans í þér, þessi staðrend. Þetta situr í mér. Já. Bara stóri menn er bara ekki séns. Hvað ertu í sentimetrum? 1,70 held ég. 1,70, já. Stendur það í vegabreiðinu? Ég reyndar nú ekki með vegabreiðinu á mér, en ég man það ekki. Nei. En þú nýtir þessa 170 centimetra? Eru vel nýtir kallið minn? Já, það er komin í sparisokkana og... Já. Svo er það næsta. Já, þú eyðir 25 árum á æviðinni sofandi. Sturlu staðreynd. Hvað sagðirðu? 25 árum? Já. Af æviðinni sofandi? Býtu, hvað? Þannig að maður verður 75 ára og bara... Þá er raun að vera bara búin að vera vakandi í 50 ár. Já. Sitt hvað er góður í starfræði. Já, ég meina... Nei, var þetta vitlaust reiknað? Nei, þetta var vitlaust. Já, kallinn er góður í starfræði. Þakka ég kjallaði fyrir það. Svo er það næsta. Í Colorado fylki er ólöglegt að giftast ömmu fyrirverandi konuðinnar. Ég veit ekki hvað þessi regla kom fram. Þetta er sturlu staðurinn. Já, þetta er staðurinn. Crazy, insane fact. Já, það er akkurat málið. Þannig að þetta hefur greinlega gerst og svo verið bannað. Að giftast ömmu fyrirverandi konuðinnar. Já. Það er bara... Hefur einhver áhuga á því, eða? Ég haldi ekki. Nei. En ég minna það er allur gangur á því hvað fólk er að vasast í lífinu. Vissulega, eins og amma mín, hún er nú bara... Amma mín er stór, hugguleg og falleg kona. Það er nauðsynlegt að hafa boð og bönn og reglur á hlutum. Já, svo er það næsta. Þú getur farið í vinnu. Já, þú getur farið í vímu af ást. Og þar stóð einmitt Euphoria. Og mannst þetta í læginu hérna, Eurovision-læginu Euphoria. Hvernig gæti maður glemt því? Það fjallar greinlega þetta. Þú getur farið í vímu af ást. Já. Já, ást eru einhvers konar víma. Maður hefur nú alveg verið vel ástangin, en maður hefur ekkert setið bara einhvers þar í einhverju móki. Ég er svo aðstæðingin maður. Máttu keyra þá? Hvað segir þú? Máttu keyra maður? Tekinn bara... Á hverju ert þú? Ég er ást.
Já, ástfangin, þú keirir svo baði hann. Ertu hvað? Ég er ástfangin. Ég er ástfangin, kæri lögreglumaður. Hann í vímu hérna maðurinn? Já, það að ég er ástfangin. Fannst það ekki? Ástsjúkur. Já, ástsjúkur er allt annað mál. En það er gaman að vita, fyrir ykkur sem er að nota, ef þið verðið ykkur tíma það ástfangin, þá getið þið náð vímu á því. Já, þið getið líka notað þetta sem afsökun. Já. Ef þið eru kannski búin að fá einn en tvo eru að keyra það segir bara þið eru svo ástfangin. Já, þetta er víma. Svo er það næst síðasta. Frakkland er þunglindasta þjóð heims með 21% þunglindi í landinu. Já, þetta kemur eitt orð. Nei, þetta er nú ekki til að gera grína, en það er grafalvarlegur sjúkdómur. Já. En ég hefði nú samt ekki skotið á frakkana. Nei, jú, þetta er þungir alltaf maður. Já, ég held að vera meira bara svona montnir og Alltaf ástfangir. hopnum sér og pirra. Já, reynda þegar þú segir það, Pétur. Við þurfum að láta Tong hringja til Frakklands. Já. Frakkar hata að tala ensku. Já. Ég hef lent í því. Svo er það síðasta sturlaða staðarinn dagsins. Í fyrstu giftingun, bara í heiminum, í fyrstu giftingunum var það hefð að brúðurinn og brúðguminn stunduðu kynni fyrir framann allt þorpið á brúðkaupsnóttinni. Sturlu staðarind. Já, í fyrstu giftingum okkar tíma. Já, magnað. Í heiminum. Fyrir framan alla þorpsbúa. Já. Þetta finnst mig góð regla. Sem betur fyrir þetta dögt eða ekki? Sem betur fer. Já. Gæti verið samt svona svolítið skemmtileg. Já, myndi manni hlakkað inn. Nú var vinnur okkar Sveppi að gifta sig daginn. Já. Og við hefum bara staðið þarna með öllu þorpinu. Já. Allir vinnir og ættingjar. Þetta er Reykjavíkurborg bara. Já, eða bara svona vinnir og ættingjar. Já, þetta er ekkit, já, ég minna. Það væri alveg ógeðslegt. Já, þetta væri reyndar. En ég meina, ætlaðu fólk að vera að hvetja eða? Ég veit það ekki um Blöndal. Nei. Já, erfitt með að sjá þetta fyrir mig. Áfram. Það er eitthvað sjálfmerandi við þetta samt. Já, það er eitthvað sexy við þetta. Nei, það er ekkert sexy við þetta. Klukkan hvað áttuðu að sofa saman? Var það ekki 5? Allir að mæta upp á Arnarhól bara. Það er fólki tilbúið og talið niður. Veistu ekki hvernig athöfnin fer fram? Hún er 4. Já, hún er 4. Já, þannig að þau, ok, glæs. Við sofa saman svona 11-12 í kvöldi, ekki? Já, það voru sturglar staðarindir. Þessi var nokkuð góður, þessi pakki hjá þér, þetta. Já, veistu að þær voru ágættir í dag. Mjög fína. Sveið með það. Fáum hérna eitt gammal gott með Outkast. Og svo förum við I wanna make you feel. Svo förum við eitt skemmtilegan símarekk. Hér rétt handa vatni. Hermaður úr þrælastríðinu sætt stríðandi fylkingar á Mars. John Carter í sjónvarpi Símans. 50% afsláttur af öllu leiðu efni á morgun á mögnuðum miðvikudegi. Núna býðst þér frýr kynningartími í kvöld klukkan 8 hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7810 eða skoðaðu úrval námskeiða á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie. Arion-appið er nýjung í bankaviðskiptum. Með einum smelli tekur þú stöðuna á reikningum og kortum. Kynntuðu málið á arionbanki.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Á rétt hjá þeirra að hlusta hér á FM 95 Blö. Það styttist í, skemmtilegan símarekk þar sem við notum blöðrunar Péturs og hann er allavega vel spenntur hérna fyrir þessu atriði. Já, ég held að fólk verið mjög ánægt með það. Ég vona, ég reyndar eiginlega bara svo spenntur yfir hvað þú ert spenntur fyrir að nota. Þetta verður ódöðlegt. En það sem við ætlum að gera fyrst er að því að, svo á eftir ætlum við í karaoke-keppnina og það er mikil spenna fyrir karaoke-unni hjá okkur núna. Það er... Akkurri? Að því að... Já, því að ég ætla að nálgast þetta með... Já, og líka bara... Ég er búin að vera svona laun með mér aftan að þér. Það er komið meiri spenni í þetta allavega. Það er komið meiri spenna í karaoke. Og eins og alltaf í karaoke-inu þá þurfum við ykkar aðstoð, kæru hlustendur. Þannig að nú þurfum að hringja í 511-0957 og segja okkur hvaða lög þið viljið að við syngjum hér á eftir. Og Pétur, er eitthvað óskalög fyrir þig fyrst að þú ert að fara að koma með eitthvað nýja taktík? Nei, í raunin ekki sko. Þetta hefur verið bara ágætt hingað til. Ég hefur verið mjög ánægð með lögin. Já. Og taka svona 5-7 hlustendur. Já, við skulum gera það bara. 511-0957. FM 95 Blö, hvað vilt þú heyra í karaoke-inu? Já, ég er með eitt góðan hérna. Ok. Kannast við lagið Blue Dabba Dee með FL65? Blue Dabba, nei, það er... Jú, það er það. Já, ok. Þetta er lagið I'm Blue Dabba Dee. Já, ok. Hvað heitir það? I'm Blue Dabba Dee? Já, þetta er Blue Dabba Dee, sko. Blue Dabba Dee? Með FL65. Já, þetta geti nú hendað auðvitað. FL65, þetta er alltaf að koma á blað. Já. Takk hjá það. Já, takk. Ok, við erum að velja hérna karaoke-lög fyrir karaoke okkar eftir. Hvað verður þú til að heyra? Footloose. Footloose? Já. Þetta er Pétur, maður. Já, ég veist að Pétur þetta takk í dag. Það ekki?
Já, það? Finnst þér það? Já. Að hverju? Ég veit það ekki, ég bara henda þér betur. Já, þetta er svolítið þín rödd. Það er rétt hjá henni. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir þetta. Já, takk Már. Já, takk, bæ. Sjáum hvað, næsti, hvað væri þú til að heyra? Góðan daginn. Góðan dag. Það er hægt að heyra Takada með Takabró. Takada? Takada með Takabró. Pétur, þú er alveg meiri söngverðin bara Takada. Er þetta ekki svoleiðis? Með Takabró? Já, Takabró er eitthvað sem einhver eitthvað til að syngja það, Takabró. Ok, ég ætla að sjá hvað sem til karaoke-unu, við skoðum það. Já, takk fyrir. Ok, takk fyrir, bye. Við erum að velja lögin hérna í karaoke, eru þau 3 góð lög komin, hvað væri þú til að heyra? I like. Hvað væri þú til að heyra? Þetta er einhver grínari. Við finnumst að grínari á ferð. Hvað væri þú til að heyra, kæri hlustandi? Var þetta ekki? Herru, ég verð til að heyra ykkur taka hana We Are Strong. We Are Strong, hvað er það? Já, ég er með einhverju konu, þetta er alveg svolítið gamalt lag. We are strong. Er ekki það? Hvað heitir sönguna, segir þau? Það var einhver kona í Kanada alltaf. Já, var þetta ekki Bonnie Tyler? Já, we are strong, heartache to heartache, we stand. Heartache to heartache, já, einmitt. Ok, það er þetta grjótart lag, Bonnie Tyler. Herru, takk fyrir þetta, Önur. Takk fyrir. Bye. Þarna er komið, þetta er góðu kandidat. Herru, hvað verður þú til í? Herru, ég væri til í að heyra með Pétri. Já. Með Pétri Forever Young. Forever Young. Það hljómar vel. Það álíka vel við. I wanna be forever young. Hvað segir þau? Pétur rúlaði því upp. Já, ég geti trúið því. Það eru komin 2 góð í röð þetta. Þetta er virkilega góðu kandidat. Þetta eru ballöður. Við vorum í ballöðu miðvikudegi hérna fyrir 2 vikum, en við getum svo sem gert það aftur. Herru, takk fyrir þetta. Ok, bye. Takk fyrir. Forever Young, tökum 2 í viðbót. Það eru enda komin rándi í lög þetta. En hvað verður þú til að heyra? I don't wanna miss a thing með Aerosmith. Já, við vorum búin að taka það einhvern veginn. Don't wanna miss a thing. Nei, ég held ekki. Það er þetta. Don't wanna cry, don't wanna fly away, don't wanna miss you, baby. Já, Don't wanna miss a thing. Það segja Pétur takk ég Þetta er komið. Nei. Við ætlum að taka einnig og takk fyrir þetta. Já, ekki maður. Ok, þá er það síðasti hlustandinn sem að færa að setja lag hérna í pottinn. Hvað verður þú til í? Herru, ég setjum alltaf bara Johnny Cash, Ring of Fire. Það er rándist, Ring of Fire. Það er eitthvað, hann dó fyrir eitthvað mörg, átt hann ammali í dag, hvernig var þetta? Já, dánadagurinn. Það er dánadagurinn þessi dag. Það væri gott. Þetta er ekta lag fyrir þig. In the Ring of Fire. Jú, þetta er djúbrata. Ég ætla að skoða þetta, herru, takk fyrir þetta. Takk fyrir. Þá eru lögin komin í pott. Við ætlum að fá hérna núna vinnans Péturs, hann er núna gríðalega aðdáðandans. Þetta er hann Justin Bieber. Og svo ætlum við að leika okkur hérna með prumpublöðunars Péturs. Þetta hljómar illa en þetta getur ekki gaman. You're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you, now we on. 957, við hliðum á mér... Færið ekki, já, mikið út úr svo ég. Enda að grínast. Það sittum við hliðum á mér fertugu maður sem kom við á hann í hókus pókus eða eitthvað því hann var setna og sagðist þeirra með rosalegt grín handa með þegar hann kemi og þetta er annað sinn. Já. Þú hefur komið þetta áður, sko. Já, hlustu á þetta. Já. Nei! Þetta er sko... Já. Fílíkur kraftur í henni, maður! Pétur, þetta er ekki svona fyndið. Jú, þetta er nefnilega nákvæmlega svona fyndið. Þetta er svo fyndið, maður. Ég skil ekki af hverju þér finnst þetta ekki fyndið. Það sem mér finnst eiginlega bara fyndið eitthvað þér finnst þetta, þú ert fæltuðu, Pétur. Ég veit alveg hvernig, þú verður ekki það. Nei, veist, það er að gera svo margar variasjónir á. En Pétur, sorry, fyrir ekki þið, já, hérna. Þú þarft ekki að sýna mér þetta aftur og aftur. Við erum að fara í þetta. Já. Og, já, Pétur vill taka símarekta sem við bara hringjum og eina sem hann er að gera er að hann er með blöðruna. Já, þetta er alltaf bara klassíker. Já, ok. Blaðran sem ég kom með síðast var ekki eins góð og þessi.
Nei, þannig að þú fórst að keyptir nýja. Já, þessi þannig, hún endurhliði sig sjálf, sko. Ég þurfti að blása hérna upp. Já, þessi lítur að vera dýr. Þetta ekki... Nú get ég bara staðið upp á sætinu og bara haldið áfram að tala á. Ok, þetta er tilbúin, ég ætla að ríkja. Já, ég er tilbúin. Já, ok. Hvað Jómfrúin. Já, ok, mér líst vel á það. Smörrebrauð og eitthvað svona. Já. En hvað ætlar að gera? Þú voru náttúrulega að breyta röddina hans, eða ekki? Jú. Já. Og ætlar að vera að pantaði borðuð eða eitthvað svona, eða? En ef þú talar og ég sé blöðruna bara. Já, ok. Nei. Jú, það er ágætis hugmynd. Og þú hérna, býta aðeins, sko, þú ert bara að spyrja svona, þú veist, það halda smá veislu. Já. Og hvort að þeir getur þetta smörrebrauð eða, þú veist, hvort að þú getur leikt á sal hjá þeim og ok. Já, góðan dag. Já, góðan daginn. Herði, ég ætla að bjóði þið upp á svona veisluþjónustu. Já, við erum alltaf með brauðið okkur allt í veisluþjónustu. Já, þannig að ef ég er að halda hérna veislu fyrir konuna, þá geti ég pantað hjá ykkur. Já. Ok, glæsilegt. Ertu nettengdur? Já, ég er reyndar ekki nettengdur. Við erum með, sko, þú serði þetta inn á jófrúm.is, við erum með náttúrulega brauðin okkar eins og þau eru hér, bæði heilar og hálfarsniðar. Við erum líka með það sem við kallum matarsnittur og svo koktelsnittur. Veitu nú við? Herðu, ég kíkja á þetta á netinu. Ok, bye. Þú ert svo vitlaus. Þú ert eldrauð, þú hlóst svo mikið. Ég er ekki að hlæja blöðrunni, ég er að hlæja þér. Er þetta ekki að hlæja blöðrunni? Nei, ég er að hlæja, veistu að... Þetta er bara að vinda sig, veit maður. Þú ert eldrauður í framan, mér finnst þetta svo lítið. Herra, ok, prófum ykkur... Þetta er að ræða smörrebrauð bara og það er alltaf verið að við... Já, herra, ok, prófum eitt stæði viðbútt, tökum við það veisluþjónustu Nings. Búið með almáttuðum. Ok, þetta er tilbúin. Já, þú ert bara svo að ræða máli. Já, ég er bara að halda veislu. Svakal illt í maðunum, mann. Þú getur líka spurt hvort að viðkomandi sem svara, hvort að hann sé að Ok. Velkomin í samband við veitingahúsið Nings. Veldu 1 fyrir Suðurlandsbraut, veldu 2 fyrir Nings Suðurlandsbraut. Já, góðan daginn, eru þið með svona veisluþjónustu? Já. Já, hvernig virka það? Nú er stelpa mín að verða 18 ára og við ætlum að halda smá veislum. Það er, sko, við erum með bæði netfang og símanúmer. Fengið upplýsingar Já, þannig að það já, en ég get ekki pantað þetta í gegnum síma eða? Jú. Já, ok. Sjá, þú finna númeri fyrir þig, augnablik. Símanúmer er 588. Býttu, fyrir ekki, hvað sagðirðu? Það er 588. 588. 0999. 0999, veistu eitthvað cirka kostnaðin á þessu eða? Nei, það er bara, þegar þú segir veisluna, þú panta veisluna. Já, það er gefið svona verðhugmyndir. Já, þannig að þetta eru misdýrir pakkar. Já. Herru, en býtu, já, hvað sagði? 588? 0999. 0999. Kjalla. Ekki máli. Ok, bye. Kjalla, stæðan býtu. Shit, man. Ég lendi í smá vandræði á tímabili. Vá, hvað var róið blautur hann í lokinn, maður. Ég er að hringja núna í veisluþjónustuna. Þú ert að hlaða aftur. Já, ég er búinn að hlaða, maður. Hilmar. Já. Góðan dag. Já, góðan daginn. Herði, ég ætla að aðtóa með veisluþjónustu. Já. Minn eitthvað tæpur? Er ég? Já. Nei. Nei, hérna, hvað, ég er nú stelpa mín 18 ára. Ætla að halda fyrir hana smá veislu. Hvað kostar svoleiðis? Hvað spáir? Ég var að Heillamat eða heitamat eða? Já, bara svona, ég bara þekkit ekki ef ég var alveg hinskilin, hvað sé best að gera? Þú verður að fara inn á heimasínu hjá okkur? Já, ég er enda bara ekki nettengdur hérna, ég er nýri íbúð. Þið er nýri íbúð, já. Það var rosa skruðningar hjá þér. Skurður, er þetta ekki á þér? Nei. Nú, ég held að þú væri tæpur í maðunum eða eitthvað. Þú væri eitthvað tæpur í maðunum eða eitthvað. Já, það er best að nálgast þessu upplýsingar sko bara inn á síðunni hjá okkur. Það eru bæðið með heitarétti og svo pinnamat. Herru, ég ætla að teka bara á síðunni. Já, kjæða það. Þú hókir bara, við erum nætt þessu. Þetta er svo bandalegt og vondið og ég trú ekki. Heyrðu, wow, sorry. Ég trú ekki hvað ég sé að hlæja að þessu. Ég hlæ bara því að ég finnst þetta svo fyndið.
þetta bara, ég get ekki fengið nóg að þess. Þetta var símat með prumpublöðru og... Veitu, maður prófa eitt. Hvað? Því það harðar í stóllina. Sko, prumpið er alveg búið að skila sig, Pétur minn. Já, mér langaði bara að hvort að soundið er betra í honum. Soundið betra. Prumpið er búið að skila sér, Pétur minn. Já. Það meinar maður. Mér langaði að bara hvort að soundið er betur í þessum. Já, ok, en við erum búin að ringja. Já, þarna kom helvíti gott sound, maður. Heyrðu þetta? Já, við gerum þetta aftur næsta miðvikudag. Það er ekki... Nei, býttu hvað? Hann blæst ekkert upp. Herðu, þetta var símat með prumpublöðru. Nokkuð góð lög út með sama nafni, Heaven, Bryan Adams og fleiri. Já. Það styttist hér í karaokeið og... Það vindu okkur í karaoke eftir smá stund. Já, við erum að setja hérna inn lögin, það er alltaf verið að tilbúið. Það er alltaf verið að vitlaust hér. Svo er hann líka að koma til okkar hérna, hann Beggi Blindi. Já. Og hann stendur fyrir stand-up kvöldi og ásamt fleiri góðum. Ég held að Ari Eldjárn og aðri séu kvöldi, ræðum þetta betur þannig eftir. Já. Það eru stand-up kvöld á Gullöldinni mitt í kvöld. Já. Og gaman að því og svo erum við líka með hérna eftir Síma at orgíuna, þar sem við ætlum að setja bara allan pakkan í eitt. En við ætlum að vinda okkur í dagskrárlið sem margir hafa beðið eftir og langt síðan við höfum farið í og engin ástæða til að sleppa því. Nei, og það er... Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? Í FM 95 Blöð. Veitu, hvað er klukkan? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Veitu hvað klukkan er? Hvað er klukkan? Ég veit ekki, við verðum að vita hvað tímanum er. Hvað er klukkan? Það er Philadelphia söfnuðurinn í Reykjavík sem býður þér upp á Hvað er klukkan? Í FM 95 Blöð. Já, komið þið sæl og blessu og velkomin í Hvað er klukkan hér í FM 95 Blöð. Það er eins og við kjósum að kalla hér sjaldan er góð klukka og oft kveðin. Nú þessi klukka er stilt eftir 5 tímaþjónum, einum á Íslandi, einum í Kanada og einum í Fraklandi og 2 í Bandaríkjunum. Við skulum vinda okkur í Hvað er klukkan? Höfum ekki lengri bollaleggingar að þessu frábæra atriði. Klukkan er 17:07 að staðartíma hér á Íslandi, 17:07 eða 7 mínútur yfir 5. Ég þakka fyrir mig í bili, verið sæl. Hvað er klukkan? Í FM 95 Blöð. Þetta á Hvað er klukkan? Fáum hérna Red Hot Chili Peppers og strax eftir Red Hot Chili Peppers þá er það karaokeið og þar treyst við ykkur kæru hlustendur því að það er í ykkar höndum. Hver vinnur karaokeið? 511-0957 en ekki fyrir hún búinir að syngja. Hér í FM 95 Blöð. Ég var ánægður með þetta lag. Já, þetta er virkilega gott lag. Pleasure. Eitt gamalt og gott en það er hins vegar komið að karaoke hér hjá okkur strákunum. Ok. Gott mál. Já, við erum búin að velja lög. Við höfum haft háttinn þannig að þú byrjar og svo ég og eftir þér. Já. Viltu breyta því eitthvað? Nei, þetta er bara fínt. Hlustendur eru búin að velja. Já, hlustendur eru búin að velja lög og við, það er að segja að þeir komum með tillögur og við völdum úr því. Já, við ætluðum að taka hérna Forever Young. Já. Það var bara ekki til í karaokeina án þess að sé búið að syngja undir það. Já. Svo ætluðum við líka að taka hérna Heartache to Heartache we stand. Já, það var líka. Já, það var ekki hægt heldur. Það er rosa oft í þessum karaoke útgáfum að þá er bara einhver rödd að syngja yfir það sem er óþolandi. ríkalegt Já, en við erum búin að finna úr þessu. Það eru 2 lög sem við fundum þetta sem hægt er að syngja og það er annars verið að Don't Wanna Miss a Thing með Aerosmith. Pétur Jóhann Sigfússon var beðinn um að syngja það. Já. Og svo var einhver ungur maður sem bað mig um að syngja Ring of Fire með Johnny Cash. Það er dánadagurinn hans í dag. Það er ansi sterkt hjá Rauðum Blöndal að taka það núna, maður. Já, þetta er svona... En ég þarf líka að gera eins og maður, það er press á mér. Já, þetta er dánadagurinn hans. Þú ert með barkan í þetta, maður. Nei, ég get nú ekki sagt það. Þannig ég ætla að reyna þetta. Það er ekki eftir neina að bíða. Ég ætla að taka hérna... Ég var að fram á með hana. Nei, verður hérna. Ring of Fire með Johnny Cash, þetta er mitt framlag hérna í karaokeinu. Þetta var fantastemming í þessu. Þetta er allt í lagi svo sem. Ég var ánægður með þetta. Þetta er ekki erfiðasta lagið sem ég hef sungið. Það er ekkert svo auðvitað. Ég er ekki að segja ég hef ráðið við þetta en ég hef tekið erfiðari verkefni að mér hérna í þessu karaoke. Það er nokkuð ljóst. Nú er komið að Peter J. Hörru, ég er að fara hér í Don't Wanna Miss a Thing. Og ég verð að viðurkenna að ég er pínu kvíðinn. Ertu tilbúinn? Ég er tilbúinn, já. Þetta var karaoke hér í FM 95 Blöð. Jöfnveld erfitt. Ég misti röddina að það. Það er helvít erfitt lag, ég skal gefa þér það. Það er komið að hlustendum, nú er það 511-0957. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þessa karaoke-keppni. Vann síðast 5-1. Ég hlýt að fá 2 allavega. Sjá hvað gerist. Hvern kýst þú?
Það er með þetta núna. Og í hvað er gaman að heyra það. Johnny Cash. Já, Johnny Cash. Það var alveg fanta góður hér. Takk hérlega fyrir að ringja. Takk fyrir. Ok, staðan er 1-0. Hver fær þitt atkvæði? Ekki missa Trúbó. Halló. Halló. FM. Herðu, það er hérna Öddi. Herðu, nei. Ekki hlusta á fyllibitnuna aftur í hér. Það er Pétur, það var frá mér. Það er ekki ástæðalust að þú ert að keyra sem að sagði þér fyrst nafni. Ég fæ samt eitt. Það er Öddi. Það er Öddi, já. Takk hérlega. Við verðum að taka það. Hún er drukkin hann að ég heyri það. Já, hún er aðeins að sippa í sig á miðvikudaginn. Það er Pétur! Ok, það er 2-0. FM 95 blöð. Nei, ég trúi þessi. Það er klálega Öddi. Þetta var bara Djöfull. Ég á ekki til orð. Hvað er að gerast í Karvíkinu? Það var eiginlega bara, mér varst það bara snill. Herðu, þakka fyrir það. Djöfull er gaman að heyra. Þetta var fanta vel gert hjá hann. Já, ég er alls ekki að grínast með þetta. Mér fannst ákveðst mjög gaman að hlusta á þetta. Þetta var bara, þetta var svona einmitt lag fyrir þig, minn. Já, svona eitthvað létt og þægilegt. Já, þetta var svona, þetta var svolítið tal. En það kom ógeðslega vel út. Herðu, þakka fyrir það. Takk fyrir að ringja. Ok, unnur. Bye. Ertu komin í 3-0? FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Klárlega Öddi. Hvað er að gerast það? Pétur. 4-0. Það er 4-0. Pétur, hvað er að því? Ég er að djóka hann. Herðu, 4-0, ég meina, þú veist, það bara, ég get ekki annað sagt en þú átt þetta skili. Herðu, takk fyrir að ringja. Virkilega flott, sko. Já, það var mjög vel gert hjá hann, sko. Herðu, maður fær gæsa þennan. Takk fyrir að ringja. Takk. Ok. Takk fyrir. Herðu, 5-0 væri stór. Það væri svaðalega. FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Já, halló. Hæ. Halló. Mér finnst að Pétur ætti að fá þetta. Af því ég vorkenndi það svo mikið. Já, þú vorkenndi, já, ég veit það, já. En er þetta pitti? Er þetta svona vorkunar stig? Já, eiginlega, það væri ekki keppnin áfram ef að... Já, ok, Já, hún vil halda þessu lifandi. Ég er ánægður með þig, ég er með þig. Eitt stig, ég kom með 1 stig. Takk innilega Takk fyrir að ringja. Ok, bye. Já. Hver fær þitt atkvæði, Keiri? Herru, það er PJ. PJ? Ég trúi þess ekki, hann er að koma hérna aftur inn í þetta. Heyrðu, Jóhann! Hanna, nú komaði, sko. Herru, takk fyrir þetta. Takk. Ok, það er FM 95 blöð. Nei. Hver fær þitt atkvæði? Það er Öddi. Það er Öddi, þá er þetta búið. Nei, það er eins gott maður. Pétur, ég hef ekki hleyft Pétur inn í þetta. Nei, 5-2 samt. 5-2, já. Það er helvíti gott. Ég meina, ég var með 5-1 síðast. Þetta er betra enn í fyrra, síðustu viku. Þú veist að upplið. Og ég með, Hvað heitir þú, vinnur? Baldur. Baldur, takk hérlega fyrir að ringja og tryggja mig sigur. Baldur. Snillingur. Baldur. Já. Ég var að nálgast þetta samt á sko, öðrum forsendum núna heldur en í síðustu viku. Heyrður það ekki? Nei. Nei, þú heyrður það ekki. Herru, takk fyrir þetta. Nei. Ok, takk. Já, þú heyrði það ekki? Nei. Nei, og hann meira sér að hugsa þessu alveg. Já, hann heyrði engan mun hér. Það fór 5-2 karaoke búið og, já, blöð á rönni í karaoke. Það er ekkert flokkar. Blöð út. Já, blöð út. Við ætlum að fá hér örstuð skilabóð og svo er hann að koma hérna í spjall til okkar hann Beggi Blindi og svo er það síma ads orgiðan okkar hérna eftir örskamastund. Milla Jovovich snýr aftur sem Alice. My name is Alice. Umbrella's more powerful than ever. Í einni vinsælustu kvikmyndaseríu allra tíma. Surrender or die. Resident Evil Retribution. Frumsýnd 14. september. Resident Evil 6 kemur á PlayStation 3 2. október. Icelandic Tattoo Expo dagana 14. til 16. september í Súnasal Hótel Sögur. Stærsta tattoo-festival sem haldið hefur verið á Íslandi. 45 tattoo-artistar, freakshow með lizardmenn og margt fleira. Allar upplýsingar á icelandictattooexpo.com. Bátur mánaðarins á Nonnabita er skinkubátur á 990 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Föstudag á Stöðu 2. Logi Bergmann snýr aftur í hinni
Þetta vinsælasta hljómsveitin á Íslandi í dag, kalla sig of Monsters and Men og svona með hvernig mér gengur í karaokeinu og þá er ég ekkert frá því að ég sé að fara að túra með þeim hérna landið bara. Það gæti enda með því. Pétur Jóhann geti verið rótarinn okkar og já, tekið köttin á milli laga. Nei, ég fæ ekki eins og vera það, ég fæ mestarlega kannski að panta fyrir ykkur flug með það. Já, eða svona taka símtöl svo þú veist hvort að það séu góðstrykkir á herbyggjunum ykkar. Bóka gigginn og svona. Bóka gigginn og eitthvað svoleiðis, mestarlega. Það væri virkilega gaman að hafa þeim með. Eftir þessa framistu? Já, þú þarft að fara að taka good hard look at yourself in the mirror. Nei, veistu, þetta meðvitað. Ég vildi bara leyfa þér aðeins að, þú veist, ég var svona búinn að fá nóg að sigrinum. Já, aðeins að peppa mig. Já. Það var komið tíma það er komið góða gestur hér. Já, við ætlum ekki að ræða þetta karaoke meira því að hingað komin til okkar hann Beggi. Oft, gengur undir nafninu Beggi Blindi stundum í stand-upinu, ekki rétt? Já, af hverju er það Beggi Blindi? Það kemur mjög oft fyrir að Beggi Blindi nota sko. Já. Gaman að sjá okkur. Sömuleiðis, velkomin. Gaman að sjá þig. Við tölum náttúrulega við þig bara eins og gamlan félag, sem þú ert. Hundgamlan sko. Þú náttúrulega komst í 70 mínútur hjá okkur sælla minningu og kerði bíl. Já. Það var gaman. Það var mjög skemmtilegt sko. Og stóðst þið bara vel þar? Já, fólk segir það hérna, fólk er ennþá að horfa á þetta sko. En fékkstu bílprófið eftir það? Nei, reyndar ekki sko. Nei. En nú er ég að hugsa að fara að hringi í Umhverfisstofnun og að fara að tóka, geta ekki fengið skotveiðileyfi. Já, mér líst vel á það. Fer það í gegnum Umhverfis? Já, það er Umhverfisstofnun sem segir það sko. Ertu búinn að heyra í þeim? Já, ég er búinn að hafa samband og ég þarf að skrá mig á námskeið og... Já, þetta er eitthvað sem við ættum að gera bara hérna FM 95 Blöð. Það væri mjög gaman að hérna, sko... Plaffa á reyndni byssu, sko. Plaffa á reyndni byssu, sko. Það er hljóta allir að fá að pröfa. Já, hlýtur að vera. Það var lélegt. Nei, ég á enga byssu, sko. Þú átt ekki byssu. En nú ætla ég að spyrja Beggi, þú ert hérna að byrja að skemmta og hefur verið núna í... Síðastliðin 10 ár. Síðastliðin 10 ár, já. En þá er ég svona að tengja svo við kvöldið núna í Gráaur. Já. Þegar í þínu stand-upi, þegar þú ferð gamanmál, ert það að gera grína að því að þú sért blindur? Já, mjög mikið. Mjög mikið, ok. Það var bæði gera grína, sko, að ég sé blindur. Já. Og alla bjánana sem var umgengst í lífinu sko. Já, ég sem að í tengslum við það að þú ert blindur. Já, svona fólk spyr mann heimskulega spurninga og konan er að rífast við mann og... En hvernig getur þú komið með dæmi? Hvernig heimskulega spurningar er þetta að fá? Já, bara svona, þú veist, sér eitthvað í myrkri og... Já, ok. Hræddur þið sjálfur? Eins og eitthvað sjá í myrkri sko. Og maður er að rífast við kona þegar maður er að hjálpa henni elda og svo segir hann bara þú voru að horfast í augu við það Bergvin og þú ert blindur. Já, segir hún þetta við þig? Já, algjör bjáni. Já, hún er óþokki. Já, hún er óþokki. Og hérna, svo er maður, þú veist, í bónus bara vesla og svona, þú veist, ná í eitthvað í heitlónum og þá kannski ítir maður í eitthvað annað og þá segir maður bara fyrir ekki við sáðu ekki og þá fær maður þetta alla ræðuna yfir sig og maður sástu mig pervert. Já, ok. En þetta er enda, þú getur enda líka nýttir þetta svona talandi pervert. Já, hvernig þetta sé að fara í sunduðin Blöndal? Þurfum við eitthvað að ræða það eða? Fara í sunduð? Það er örgulega gaman. Já. Það er gaman þegar maður er komin í sundi þegar sko berðist kallmenninu farnir. Já. En finnst þér fyrir hérna því að fólk svona petrana sig út af sér blindur? Svona ef ég spyr bara hreint og beint. Nei, en maður alveg fengis spurninguna sko þegar maður er búinn að fella eitthvað gamla feita kettlingu niður í kringlunni sko, ertu sjónlaus sko? Já, þú hefur fengið það? Já, tvisvarsinnum með þessa. En Íslendingar eru svona almennlegir, eða ekki? Já, þeir víkja burtu þeir sjá stafinn og hérna og taka það alveg tillit og... Hefur þetta skánað með áránum? Því að ég man þegar þú kost til okkar í 70 mínútur að þá hérna var náttúrulega blindra dagurinn. Já. Hvernig, eins og þú berði þetta saman núna fyrir 10 ára síðan, er fólk orðið svona, hvað er það að segja, svona þægilegra í umgengni og annað? Já, ég myndi segja það. Já. Og það kannski sérstaklega vegna þess að það er margt gerst blindra hundanir og... Þú ert nú ekki með blindra hund? Nei, þú ert nú bara með gamla mann hérna með þér. Bara maður sem að leiðir þig hérna. Ég fann hennan fyrir 10 ára síðan og hann er minn blindra hundur sko. Þetta er bara maður í flýspeysu? Þetta er bara maður í flýspeysu, já. En hann gelti mjög mikið. Hann gelti mikið? Hver er þetta? Alltaf geltandi. Þetta er Skafti Skúlason, hérna, leigubílstjórinn minn. Já, góður, já. Og hérna, já. Hann er nefnilega, sko, það er náttúrulega, þú þarft að hafa eitthvað sem að leiðir því í gegnum lífið. Já, ég er svona þegar maður er alltaf að fara á milli staða, sko. Já. En þú sérð samt eitthvað bjarma eða hvað? Ekkert. Ég er nú að reyna að horfa í kringum hérna.
Já, það er fullt af ljósum, sko, eða þú veist, það eru ljós í stúdíun. Það er svona mörg svona lítið ljós hérna út allt. Þú sér það? Já, það er rétt. En hvort þessu gul eða blá eða rauð? Þú veist, þú sér ekkert, nei. Þetta er örugglega mjög skrítið og þú varðst blindur einhvern tímann á leiðinni. Það eru bara 11 ár síðan. Það eru 11 ár síðan. Þannig að þú hefur séð Kringluna? Já. En ekki Smáralind? Ekki Smáralind. Nei. Ekki missa neinu þar. Hvað segirðu? Þú ert ekki að missa neinu þar. Ekki neinu svona neitt sérstökum, sko. Nei. En svo ræði nú stand-up-kvöldin sem að þetta er eitthvað, þetta var þín hugmynd eða ekki? Jú, ég heyrði Dabba Rúnars á gullöldinni og langaði að gera eitthvað. Veist, maður er oft búinn að koma fram með eitthvað svona 1:50 kvöld og... Já. Það vildi búa til svona stand-up, já, bara... Gera eitthvað, sko. Já. Heyra í einhverjum, þú veist, 15-20 uppistandurum og þetta byrjaði fyrir viku síðan? Já, byrjaði fyrir viku síðan. Þá var ég og Daniel Moritz. Daniel Moritz, já. Frá Norrfirði. Já, sem var valinn fyndasmar Íslands, ekki? Já, akkurat. Í þeirri ágæðu keppni. Og gamla kettlingin, Björk Jakobsdóttir, var og sló í gegn. Var alveg mega fyndin. Já, hún er hrikalega hress. Og salurinn grenjaði á hlátri. Já. Og þetta er þess að bara fyrstu 2 miðvikudagana í september, október, nóvember, desember og... Já, þetta er alltaf bara svona, já, þetta er ekki á hverju miðvikudegi, bara fyrstu 2. Fyrstu 2. Þetta eru 8 kvöld og það er kvöld 2 í kvöld. Og... Hverju verði í kvöld? Í kvöld er Leifur Hressi. Leifur Hressi? Maður í hjólastól. Ég er svo innilega að vona þegar hann fer upp á svið að vera tekið lagi Hvernig getur setið kýr, hvernig getur setið kýr. Og svo kemur Þórður Þórólfsson. Já. Latti Litli. Latti Junior. Og svo kemur alvöru finnasti maður Íslands, Ari Eldjón, hann lokar kvöldinu í kvöld. Já, hérna hér. Það er nú maður sem kann standa upp. Þétt dagskrá. Mjög þétt dagskrá. Þú ert semst ekki alltaf sjálf. Nei, þú veist. Bara svona hjálpa til að halda utan þetta ekki? Ég veit að það er frítt inn, sko, en ég veit ekki alveg hvort að fólk myndi nenn að mæta alltaf og bekka blinda, sko. Það er frítt út líka. Já, það er frítt inn og það er frítt út. Og hvenær hefst þetta í kvöld? Við erum byrjað kl. 22. Já. Og það verður bara... að gera mæta bara snemma? Að gera mæta snemma, það var fín mæting síðast og ég hvet fólks til þess að mæta snemma því ég veit að það er margir sem ætla að mæta og bara mjög bjart framöndan og bara allir þessi helstu uppistandar í Íslandi ætla að koma í þetta næstu vikunar, Þorsteinn Guðmundsson og Elva Dögg Túritstelpa og glæsilegt. Og Steinn Ármann og fleiri. Já, við hvetjum bara alla sem að vilja hlæja í kvöld að kíkja á gullöldina. Hefst klukkan 10 og Beggi, það er alltaf gaman að fá því í heimsókn. Gaman að sjá okkur stafna mín. Þökk bara kærlega fyrir komuna og ætlum að fá Chubby Little Swessman með sennilega vinsalasta föstudagslagið hans. Þetta er nú þægilegt, þetta er nú ekki lagið á leiðinni heim, en það er örugglega einhverjum á leiðinni heim núna úr skólum og vinnu. Og þetta er svona, það lag sem er allavega með mestu hlustununa hjá honum. Það heitir Someone Like You. Tekur Adele slagarann. Tekum á þessu. No worries or cares, regrets and mistakes, they are memories made. Hvað heitir þátturinn? FM 95 Blöð. Það er rétt. Hér á FM 957. Ég heiti ég ætla að fara að segja Auðun Blöndal. Já, þú heitir Pétur Jón Sigfússon. Ég heiti nefnilega ekki Auðun Blöndal, ég heiti Pétur Jón. Já, og ég heiti Auðun og það er komið að það sem við erum að spæja að kalla Ad-orgíuna. Já, og hún felur það í sér og þetta er svona eitthvað sem að kviknaði nú bara svona hugmynd bara á leiðinni í bílum. Já, og það sem að við erum búin að vera með, hvað segir kettlinn? Blödsör. Tong, blótað, fríð, strafrýð. Já, þetta er orðið hellingur. Takk þetta bara allt saman. Já, allt á einum stað. Hringja bara eitthvað. Já, gott í göllin. Já, what a spökk, þú búið þetta ná. Og eitthvað. Já. Og þetta verður erfitt. Þetta verður erfitt, en við ætlum að reyna þetta. Það var að keira allt á milli. Skilur þú? Já. Hvað var þetta? Já, þetta er... Þú búið þetta? Blödsör. Komið sælu blödsör. Nei. Prumpublara. Prumpublara, þarna þekki ég Blöndal ef að henda henni inn. Já. Býttu þú komst með þessa hugmynd núna? Þú mátt hafa hana með. Það var bara hvert og þér hringja. Verður ekki að vera eitthvað gistiheimili eða... Jú, ringjum bara á eitthvað út á land. Já. Hvernig væri svona bændagísting? En Hótel Aldan, hvernig listir á það?
Það er á Seyðisfirði. Já. Ég þekki vel til þar. Ok, þekkja þig það? Já. Ok. Prófaðu bændagisting. Sláðu inn eitthvað svona bændagisting. Ok. Það getur ekki verið að bændur sé að hlusta á FM 95 blöð. Getur bara ekki verið. Trúi ég bara ekki. Bændagisting í Elliðakammi? Já. Eða Hörgslandi? Bændagisting Hörgslandi. Kirkjubæðarklaustri. Já, hringið þangað. Til. Whatever makes you happy, son. Já, ég takk þetta alltaf. Já. Þetta verður eitthvað. Hello. Yes, do you speak English? Yes. Hello? Do you speak English? Halló? Enginn hana? Það enginn hana. Þetta er lélegasta allra drífa. Þetta ríkalegt. Þetta hugmyndin var góð. Já. En execution. Já, svo líka, þú veistir ekkert hvað þú varst að gera og í hvað þú áttur að fara. Nei. Þú var svona... Gerum við það einu sinni. Einu sinni, gerðið sér. Einu sinni. Já. En auðvitað skellir bara fólk á þetta er nánast of... En prófum það. Prófum Elliðakammin. Það er kannski ekki að byrja á do you speak English. Byrja bara svona vilt. Blessur. Byrja á honum. Kommer. Blessur. Halló. Blessur. Hvað er þetta? Do you speak English? Þetta er ekki hægt. Þetta er ekki hægt. En við reyndum. Og það er það sem FM 95 blöð gerir, þeir reyna. Jesus. Hvernig, ég meina... Ég vonast það stoltur að það. Þú varst lægt. Ég er ekki stoltur af mér. Já, þetta var samt skemmtilegt. Ég glemdi samt hérna þýð. Glemdi því inn í... Við reynum þetta einhvern veginn að setna aftur. Orgían. Já, Orgían verður tekið aftur setna. FM 95 blöð á FM 95. Í þessum þætti, og það er náttúrulega bara skrítið þessum, þetta er hrikalega flott lag, Tupac og Elton John átta með honum með Ghetto Gospel. Já, þetta er fínt lag. Já, þetta hefði alveg getið verið lagi á leiðinni heim. Gammalt og gott. Já, gammalt og gott, en þetta er samt ekki lagi á leiðinni heim. Það er hérna á eftir. Þú ættir að finna það, þar sem að þú ert náttúrulega sigurvegari dagsins. Þá færð þú að velja lagi á leiðinni heim. Vilt þú velja lagi á leiðinni heim? Nei, taparinn fær aldrei að velja lagi á leiðinni heim. Nei, það hefur aldrei verið þannig. Ég er nú búinn að vera tapari, ég ætti að vita þetta. Ég er búinn að tapa í dag og tapaði þar áður og ég man ekki lengra aftur í tíman hvernig var það þar áður. Já, ég veit ekki. Ég er mjög ánægð með þessa þróun. Það komu 2 keppnir hérna mjög nýju jafnar, mástu. 5-4 fyrst fyrir þér, svo 5-4 fyrir mér, svo kom 5-1 fyrir þér og 5-2 núna fyrir þér. Þetta er orðið gríðilega jafnt. Og hérna, já, ég þarf að fara að líta inn á við. Já, þessi söngkennsla er fann að skila sér. Ertu í söngkennslu? Nei, hvað er þetta eitthvað? Taka að nú vera hlaut að vera. Klæmur. Já, það skýrir ímyndstlega. Hjá hverjum ertu? Finnst þið líklítið að myndi að vera í söngkennslu? Alltaf á mánudags. Alltaf á þriðjudöfum, svona til undirbúið fyrir miðvikudaginn. Já, einmitt. Ertu bara með karaoke á miðvikudaginn? Já, við erum einu tveir sem keppi. Svo liði, nú fyrir við nú að verða einsás strákarnir í FM 95 blöð. Það er, bara mánuður í það, við verðum einsás. Þá, liðinir sem eru hvern dag eru bara á þeim dögum. Eins og ég og Hjöppi keppum bara í flottulega keppninni. Ég og þú keppum bara í karaoke. Þannig að svona liðinir ná að lifa eins lengur heldur en það væri 2-3 í viku. Mikið er þetta sniðut hjá þér, Röti. Takk fyrir það. Þetta er eins og þú voru með ógeðstreikinu á sínum tíma. Manst í 70 mínútum. Hvort ég man. Já, þegar ég, Simmi og Sveppi byrjuðum með það, þá var það alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum. Þannig að það var orðið helviti mikið. Það var að fara að taka ógeðstrykk hérna kannski í útvarpinu? Nei, ég er það. Akkur ekki? Ég er það. Þannig að ég er það með kaffið maður. Nei, hvað er þetta með? Nei, hann er með lýsi, það er ekki lægi. Og smá majónis og svo bara svona, ok, ég er að fara að drekka þetta. Það er nú sennilega eina sem við hefum eftir að byrja aftur með ógeðstrykkin.
Ég var alltaf þannig, alltaf í þessu. Nei. Já, við vorum svipa lélegir í þessu. Já, alveg Sveppi náttúrulega gæti drukkið allt, en það alveg uppi það. Hvað var í matinu honum sem drakk? Já, maður spyr. Hann gæti drukkið, komið öllu niður. Öllu? Hann gæti drukkið sorp. Já. Kindablóð. Já, létt með það. Teigaði það. Hann er með stálmaða, þessi drengur. Ótrúlegt. Við ætlum að fá hér eitt lag með Philip Phillips sem vann mitt American Idol síðast. Lagið heitir Home og er huggulegt og gott. Svo ætlum við að enda þáttinn hérna eftir með laginu á leiðin heim og ég lofa fantagóðu lagi, þannig ekki missa því. En byrjum á Philip. Hélstum með honum í American Idol. Phillips hér með lagið Home í FM 95 blöð. Gjörsamlega frábært lag hér á ferðinni. Já, stórkostlegt lag. Klukkuna vantar 6 mínútur í 6 og já, alltaf þegar maður sér Rikka G lappa hérna í stúdíu og þá veit maður að vaktin er að verða búin. Já. Og maður veit líka að maður, á flott föt. Ef ég veikt mann afsökun á að vera í ljótum fötum í dag ára núna. Ég var að... Sko málir, ég get búin að skjóta það lengi núna en þú ert ekkert í jakkafötum núna, er ekki? Nei, ég veit það alveg, en það er maður ekkert í jakkafötum þegar maður er að get my hands dirty. Nó? Já, maðurinn er búin að vera að bera hérna. Hann var að flytja, maður. Hvað, ertu að flytja? Nei, alls ekki. Hvað bullir í þeim, maður? Pétur fyrir bara í svona fötur að flytja. Hvað varstu búin að vera að brasa? Herru, nei, við vorum að tæma hérna 40 feta gám fyrir hérna sporthúsi að splunkunni í líkastartækjum. Nó, glæsilegt. Já, hérna, svona hlaupabretti? Nei, þetta er svona meira... Ketilbjöllur og... Já, svona, cable cross og svona, Já. Cable cross, ekki tala eins og viti hvað tækin á þetta heitir. Ég hef ekki hugmyndu hvað heitir, ég er bara að reyna að vera töff. Cable cross. Já, þetta eru cable cross og, curling hands, ég veit ekki eins og hvað þetta heitir sjálf. Ég hef ekki hugmyndu hvað þetta heitir, eins og veit þetta var alveg fokkþungt. Akkur varst þú að bera þetta? Við bara tókum höndu saman, bara allir svona sem var að vinna í sporthúsinu og... Hann að vinna í sporthúsinu, áður hann mætir hinga. Já, þú ert að vinna. Já. Ég veit sérst á öðrum. Já, Rikki ger allt í öllu þarna. Já, alveg helkvættar. En þú sér það reyndar á honum, hann er ekki engaþjálfari, hann er að vinna við að selja auglýsingar. Þú varst nú ekki að skoða bara bólnum hans og það. Heyra í þér, maður. Það vantar ekki á kjaftinn, maður. Nei, það er eina sem vantar ekki. Hann er alltaf sigurvegari. Ég vann Rústaðir í Karagjúinni, 5-2. Rúst. Hvað tókstu? Ég tók Johnny Cash, Johnny Cash. Það er náttúrulega ekki hægt að tapa með það, sko. Ekki á dánadeginum hans allavega. Nei, þetta var vel valið, sko. En hvað ert þú að rífa kjattbítu þó ég sé að þess að stríða Rikka hérna, sko. Rikki er góður félaginn minn. Þú ert búinn að kalla hann hérna mínibarinn og Rikki... Nákvæmlega. Sleikur og putt. Já, slíkur og putt sem á sannleitt ógæstlast það sem ég heyrti þetta í útvarpinu. Já, ég veit það, maður. Ég heyrði það ekki sem betur fyrr. Nei, þetta voru allt saman eitthvað sem var bara sagt í algjöru bríari. Og ég ætla að nota tækifæri Rikki og taka þetta allt áttur. Nei, nú þarf þetta ekki. Bara afsökunar á þessu. Mér finnst bara frábært þú sem að tala um mig yfir höfuð, sko. Já, er það ekki? Jú, það er bara fínt, sko. En ert þú einhvern tímann að tala um mig? Nei, aldrei. Já, þú ætti kannski eitthvað að endurskoða það. Já, gerir það. En hvað er að gerast í ástamálunum, Rikki? Opnaði hans. Ástamálunum hjá mér? Já. Svona fyrir stelpunir hérna úti. Það er bara að vola saman bara. Ekki? Er þið ekki bara hammingjusöm á ástfanginu og svona? Jú, til þess að guppa þess á.
Hvað heilt og sætt með Kalla Lúberi aftur? Nei, ég ætla ekki að stríða Rikka Vera. Hann að fara að taka hérna við vaktinni og verður með ykkur til 9 kvöld. Pétur, takk aðeinslega fyrir daginn. Það er bara sömuleiðis, Prumpublaran maður. Prumpublaran skilaði sér. Heyrðu þínir ekki? Nei, ég ætla að gera það eftir klárlega. Tókum við Símats orgið þar sem við hendum öllu saman. Við þökkum Begga Blinda, kjallaði fyrir heimsóknina. Og Valdimar. Það voru hressir. Við Hjöbbi K. eða Hjörvar Hafleðarsson verður mættir hérna á morgun klukkan 4. Við ætlum að enda þetta á laginu á leiðinni heim. Í gær tók ég Nirvana, þá held ég sé allt í lagi að svona litli bróður að fylgi daginn eftir. Þetta er hljómsveitin Pearl Jam og lag sem ég ætla að hafa sem föstudags lagið einu sinni þegar að Egill Einarsson var hérna með mér í þættinum. Hann köttaði á þetta lag og setti skúter á. Þetta er hljómsveitin Pearl Jam með lagið Black. Veit ekki mikilvægt, ég ætla að hlaupa út í bíl og hlusta á þetta minni gera. Takk hérlega fyrir hlustunni í dag. Sömuleiðis, takk fyrir mig.